Sigurgeir, vélsmiðja Steindórs, 100 ára, þetta ekki eitt elsta fyrirtæki á landinu? Já, við vitum í rauninni ekki annað. Það eru þó til nokkur fyrirtæki sem eru gömul, prentsmiðjurnar, Gutenberg. Við höfum eitt fyrirtæki hér í bæ, annað, sem hefur náð 100 ára aldri, það er Brauðgerð Kristjáns og vafalaust má finna nokkur, en þetta er svona frekar fátítt. Og það var afiðinn sem byrjaði svo öllu saman? Já, hann byrjar þetta 1914, hafði nú í upphafi sem ungur maður verið með vangaveltur jafnvel að flytja til Kanada. En í upphafi var hann hvattur til af Magnúsi á Grund að fara frekar til Kaupmannahafnar og kynna sér vélbúnað sem var að ryðja sér til rúms í upphafi aldarinnar. Og Magnús hvatti hann til þess að fara frekar til Kaupmannahafnar og athuga hvort hann fyndi sér ekki starfsvettfang sem hann geti komið með svo til Íslands, og það gerði hann. Kom hérna 1914 og byrjaði á því að setja upp spunavélar fyrir gefjun sem að þá var verið að setja upp hérna í bænum. Þannig að það er svona upphafið. Hann kemur hingað til lands síðsumars árið 1914 og byrjar þennan rekstur með formlegum hætti sem að við höfum síðan haldið áfram með. En hann var starfandi við sitt fyrirtæki til 1951, þá tekur pabbiðinn við, en hver voru svona helstu verkefni hjá honum á þessum tíma? Í upphafi þetta, eins og ég segi, vinna við þessa uppsetningu á vélum fyrir þessa spunaverksmiðju, fyrir gefjun, og í framhaldinu förum við að þjónusta, eða fer smiðjan að þjónusta bændur mikið, því að þar að ryðja sér til rúms tækjakostur, dráttarvélar og ýmis tæki og tól sem voru að koma, og þurfti í rauninni að stilla saman þannig að það væri hægt að fullnýta þessar dráttarvélar. Þær komu þannig til landsins að það vantaði á þær allan búnað. Þetta voru fyrst og fremst vélarnar, en það vantaði að tengja saman slátturvélabúnað og rekstrarvélar og heyítur og flagítur og ýmis búnaður sem var smíðaður á þessar vélar. Og þið einstakar myndir frá þessum tíma? Já, það hefur safnað saman töluvert af myndum í gegnum tíðina. Ég sé það á þessu þegar ég fór að glugga í þetta safn okkar að það hefur verið mikið ljósmyndað. Sérstaklega held ég að það hafi verið notað til þess að senda í auglýsingaskyni. Því að bændur voru þá vítt og breitt landið að tæknivæðast og þurftu að fá leiðbeiningar hvað væri fáanlegt, og þá var bara einfaldlega ljósmyndað og ljósmyndin send viðkomandi viðskiptavini ef hann hafði áhuga. Þannig að við eigum þó nokkuð magn sem við höfum náð að halda utan. Hvenær kemur þú sjálfur inn í fyrirtækið og ferð að starfa? Ég byrja að vinna hérna svona með formlegum hætti 1971 áramót. Þá byrja ég hér og hef nám í stálsmíði og tek síðan við framkvæmdastjórastöðunni líklega 1977 þegar að Steindórsson fellur frá. Þá tek ég við og búinn að vera að reka þetta síðan. En fyrirtæki hefur alla tíð verið fjölskyldufyrirtæki? Já, þetta búið að vera í eigu sömu ættarinnar alveg frá upphafi. Og hér eru þið í dag í Blóma, og hvað helst sem þið að bralla? Það nú sitt lítið að hverju. Við reynum að vinna flest verk sem að tengjast stálsmíði. Við erum að þjónusta útgerð og fiskvinnslu, ýmis iðnfyrirtæki, og síðan erum við í mannvirkjagerð, bæði við heimili og stærri mannvirki. Þannig að við komum mjög víða við í okkar störfum og reynum að tileinka okkur að geta sinnt sem flestu. En eins og staðan í dag, þá
þá sjávarútvegurinn og fiskvinnslan, þau eru mjög öflug hér í bæ og það tryggir okkur góða framtíð. Og þið hélduð upp á afmælið daginn? Já, við gerðum það með pomp og prakt. Við tókum þá stefnu að reyna að opna svona smiðju fyrir almenningi og ekki síst fyrir börnum, þannig að við tókum svolítið til í kringum okkur og vorum með svona fjölskyldudag þar sem við vorum með skemmtiatriði og sillitegar hverju og fengum alveg gríðarlega þáttöku. Það komu hérna nokkur 100 manns á mjög skömmum tíma, þannig að við erum afar glaðir með það að bæjarbúar fengu tækifæri til þess að sjá hvernig svona smiðja lítur út og ekki síst þar komumst við að því hvað við eigum óskaplega marga vini. Það var alveg með ólíkindum hvað komu margir og bæði ungir og aldnir og það var kannski mjög skemmtilegt að eldri kynslóðin kom hér og var svona að rifja upp með okkur söguna. Gamlir athafnamenn hér úr bænum kíktu við og rifjuðu samskipti sín við bæði þessa smiðju og annan iðnað og það veitti okkur ómælda ánægju að taka á móti þessu fólki.